Jæja, Guðmundur, hverju svarar Guðmundur þegar spurt er Ask Guðmundur? Hann svarar spurningunum að kostgæfni og reynir að hafa þetta létt og skemmtilegt, þannig að þeir sem eru að skoða vídeóin, þeim finnst það skemmtilegt og vilja deila þessu áfram. Hvað getur þú sagt okkur þetta óvanalega verkefni? Þetta í rauninni markaðsherferð til að kynna Ísland og við erum 7 Guðmundar og Guðmundur sem erum út allt land og við fáum svona ákveðin verkefni til að svara spurningum og erum að kynna landið og þetta svona næsta þetta Inspired by Iceland verkefni og þetta svona þeirra hugmynd að vera með mennska leitavél. Þú ert búinn að vera á nokkuð vinsælum stöðum hérna á Reykjanesi. Já, við erum búin að fara á Eldvörp og Valanhúka, Bláa lónið, Gunnukver og fleiri staði og við erum svona að fara á þessa helsta staði sem að ferðamenn myndi vilja skoða á Reykjanesinu. Og hvernig undirbýr Guðmundur Steinarsson sig fyrir þetta? Það er erfitt, ég er bara sóttur á morgnana og svo fæ ég bara að vita svona korter í tökur hvað ég á að gera og hvert við erum að fara og þannig að það er mjög skemmtilegt en strákarnir og þau sem eru í kringum þetta eru mjög þægileg og gaman að vinna með þeim, þannig að þetta er lítið mál. Já, þú varst nú nokkuð þekktur íþróttamaður, knattspyrnumaður hérna, erum við að tala heimsfræði núna, Guðmundur? Nei, ég veit það ekki. Nei, ég skulum ekki ganga svo langt. Þetta er vissulega öðruvísi heldur en fótboltaferillinn og þetta er bara virkilega gaman að taka þátt í þessu. Eitthvað svona sérstakt sem að hefur slegið í þessu? Finnst þér þetta að vera, hvað getur þú sagt, sérstakt hvernig internetið er að koma gríðarlega sterkt inn í kynningu á Íslandi? Já, þetta mér finnst það magnað að sjá þegar vídeóin koma út á einhverjum fyrsta klukkutímanum þá eru komin nokkuð þúsund manns búin að sjá þetta og kynningamyndbandið fyrir alla þessa herferð það er að slá í 1.000.000 áhorf á netinu og það er bara ótrúlegt hvað er verið að horfa þetta og þetta eru minnst Íslendingar sem eru að horfa á þetta er að gerast út í heimi þannig að mér finnst alveg ótrúlegt hvað Ísland er í rauninni vel kynnt. Og Íslandi gríðarlega vinsælt þessa dagana? Já, gríðarlega vinsælt og við sáum það í Bláa lóninu, við vorum komnir fyrir opnun en það fylltist á svona einhverjum 15 mínútum allt lónið þannig að við vorum umkring túristum þar allan daginn þannig að þetta er alveg ótrúlegt hvað er mikið að ferðamönnum hérna. Og þú varst að útskýra litin á vatninu í Bláa lóninu? Jú, vatninu, jú. Já, ég var þurft að útskýra af hverju Bláa lónið væri blátt eða er ekki blátt í rauninni en þannig að maður fær heilmikið fróðleik með þessu líka. Ekki slæmt? Nei, þetta er mjög gaman og öðruvísi. Og sýna íslenska náttúru út á Reykjanesi, það hefur verið skemmtilegt líka? Já, og maður er líka að koma á staði sem maður hefur ekki komið áður og ég er að njóta þessi botn að taka þátt í þessu. Þannig að þetta er líka hvetjandi fyrir heimamenn og Íslendinga? Já, ekki spurning og sérstaklega ef einhver Íslendingar sjá þetta og ekki spurning þá held ég að þeir geta nýtt sér þetta líka.